Lagt til að félag í eigu sveitarfélaga á Norður- og Austurlandi kaupi Grímsstaði á Fjöllum og leigi Hwang Nubo til 40 ára. Áætlað að fjárfestingar hans á Grímsstöðum nemi 20 milljörðum króna. Hlutafélag í eigu sveitarfélaga á Norður- og Austurlandi kaupi 70% af Grímsstöðum og Fjöllum samkvæmt tillögum sem lagðar verða fyrir ríkisstjórn. Nefnd ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi hefur afgreitt erindi Hwangs Nubo uppbyggingu ferðaþjónustu á Grímsstöðum. Atvinnuþróunarfélögin í Eyjafirði og Þingeyjarsýslu hafa skilað útfærslu á því með hvaða hætti sveitarfélög á Norður- og Austurlandi geti eignast land á Grímsstöðum og Fjöllum í því skyni að leigja það kínverska fjárfestinum Hwang Nubo. Samkvæmt heimildu fréttastofu þar lagt til að sveitarfélögin stofni hlutafélag sem kaupir ríflega 70% af hlut jarðarinnar. Sveitarfélögin sjálf leggi til eigið fé við stofnun félagsins en ekki gert ráð fyrir skuldsetningu eða ábyrgðum sveitarfélagana tengt kaupunum. Meðal þess sem lagt til að íslenskt félag Hwang Nubo leigi landið til 40 ára og greiði leigufé fyrirfram. Kaup sveitarfélagana á landinu verði þannig fjármögnuð með fyrirframgreiddri leigu. Rík áhersla er lögð á að eignarhaldi verði óumdeilt í höndum kjöruna fulltrúa af Norður- og Austurlandi. Hwang Nubo hugðist kaupa umrædda landareign fyrir tæplega 860 milljónir króna á sínum tíma en var synjað kaupin af stjórnvöldum eins og kunnugt er. Í heildina er áætlað að fjárfestingar Hwang Nubo á Grímsstöðum verði 20 milljarða króna og verkefni skapi 400 til 600 störf. Nefnd veitingu ívilnanna vegna nýfjárfestinga hér á landi hefur nokkuð skeið haft til umsagnar beiðni Hwang Nubo uppbyggingu ferðaþjónustu á Grímsstöðum. Heimildi fréttastofu herma að nefndin hafi afgreitt erindi frá sér síðastliðinn mánudag og niðurstaða nefndarinnar sé jákvæð. Allt þetta mál, afgreiðsla ívilnunarnefndarinnar ásamt skýrslu atvinnuþróunarfélagana kaupin á Grímsstöðum verði síðan lagt fram á ríkisstjórnarfundi á föstudag. Hwang Nubo tilbúin að leigja Grímsstaði á Fjöllum í 40 ár fyrir 860 milljónir króna. Það er sama verð og hann vildi greiða fyrir jörðin á sínum tíma. Málið verður rætt í ríkisstjórn á morgun. Gert ráð fyrir að kínverski fjárfestirinn Hwang Nubo greiði jafn mikið fyrir 40 ára leigutíma og hann var tilbúin að greiða fyrir kaup á Grímsstöðum á Fjöllum. Drög að fjárfestingarsamningi verða lögð fyrir ríkisstjórn á morgun. Eftir að Hwang Nubo var meinað að kaupa Grímsstaði hafa atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og Þingeyjarsýslu og sveitarfélög á Norður- og Austurlandi unnið að nýrri útfærslu á samstarfi við Hwang. Þau leggja nú til að sveitarfélögin og Hwang stofni sitt hvort félag. Sveitarfélögin kaupi rúm 70% Grímsstaðajarðarinnar á 860 milljónir króna, upphæðina sem Hwang var tilbúin að greiða á sínum tíma. Félag Hwangs standi hins vegar straum af öllum kostnaði við kaupin með leigusamningi til 40 ára. Íslenska ríkið heldur sínum hlut og aðrir landeigendur afgangnum. Innanríkisráðherra hefur tjáð sig hugmyndir af þessu tagi. Ég vona að menn sé ekki að fara bakdyramegin með eignarhaldi eða ígildi eignarhalds inn á öræfi Íslands. Ég ætla nú bara að leyfa mér að hafa uppi varnaðarorð hvað það varðar. Ráðuneyti Ögmundar hefur ekki haft neitt með ferli þessa máls að gera og Ögmundur segir að enginn virðist hafa haft frumkvæði að því að upplýsa hann málið. Eina leiðin sem hugsanlega fær virðist vera bakdýraleiðin sem Ögmundur talar Málið hefur verið á borði sérstakrar nefndar ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi en hún er á vegum iðnaðarráðuneytisins. Nefndin hefur unnið að umsögn drög að ívilnandi fjárfestingasamningi af sama toga og fyrirtæki eins og Vörn Gagnaver, Bekkromal á Akureyri og Stálendurvinnsla á Grundartanga hafa fengið. Nefndin mun kynna niðurstöðu sína á ríkisstjórnarfundi á morgun. Heimildir fréttastofu herma að hún sé jákvæð. Iðnaðarráðherra vildi hins vegar ekki tjá sig málið við fréttastofu í dag. Fjárfestingaáætlanir Hwangs Nubo á Grímsstöðum á Fjöllum uppfylla öll skilyrði laga að mati nefndar stjórnvalda nýfjárfestingar. Nefndin leggur til að stjórnvöld geri fjárfestingasamning við Hwang. Nefnd stjórnvalda nýfjárfestingar leggur til við stjórnvöld að þau geri fjárfestingasamning við Hwang Nubo ferðaþjónustuverkefni á Grímsstöðum á Fjöllum. Bæjarstjóri Norðurþings og talsmaður Hwangs segir sér ekkert af vanbúnaði og vilja opna hótel árið 2016. Hugmyndin er að sveitarfélög á Norður- og Austurlandi kaupi rúm 70% Grímsstaðarjarðarinnar og leigi til Hwang Nubo.
Iðnaðarráðherra kynnti ríkisstjórninni í morgun jákvæða umsögn nefndarinnar sem fjallaði málið. Nefndin mat fyrirætlanir Hwangs með tilliti til laga sem stjórnvöld settu árið 2010 og heimila að gefin sé undanþága frá ýmsum hindrandi lagaákvæðum, svo sem að 4/5 hlutar hlutafjárs félagsins séu í eigu Íslendinga, meiri hluti stjórnar sé íslenskur og að stjórnendur séu íslenskir ríkisborgarar. Einnig þar heimild til að gefa afslátt af ýmsum gjöldum og trygging gegn hækkun skatta. Þetta svo tilbúið að flestu leyti, þó ekki öllu, en það sem við höfum náttúrulega verið að bíða eftir undanfarið það að hvort að þessi fjárfestingarsamningur hann myndi ganga í gegn og það við höfum þá heimild til þess að leigja landið til nokkra áratuga sem að virðist vera raunin og þá getur verkefni orðið að veruleika takist þeir samningar sem eftir eru. Fjárfestingarsamningurinn í sjálfu sér ekki tilbúinn. Nefndin nýfjárfestingar hefur hins vegar sagt að stjórnvöldum sé heimilt að gera hann og lagt til að það veri gert. Ráðherra líst vel á málið en segir nokkra vinnu eftir. Sjálfur líst mér ágætlega á það en auðvitað þurfum við að skoða hvernig leigusamningurinn verður uppbyggður og hvaða skilyrði þar eru sett og síðan verðum við auðvitað að fara yfir umhverfismálin og skipulagsmálin í því samhengi. Ef áform Hwangs ná fram að ganga verður fjárfest fyrir 100 milljónir evra eða 16,5 milljarð rúman. Hwang sagði við kínverskan fjölmiðil í dag að hann teldi líklegt að málið gengi í gegn enda væri það ekki lengur á borði Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra. Einnig að hann vonaðist til að geta leigt landið í 99 ár en ekki 40. Mjög dýr þjónusta og ódýrt vinnuafl eru forsendur þess að 16 milljarða hótel á Grímsstöðum á Fjöllum skili arði. Þetta mat forstöðumanns rannsóknarmiðstöðvar ferðamála hér á landi. Það áætlað að Hwang Nu-bo muni ráðast í uppbyggingu á Grímsstöðum á Fjöllum fyrir 16 milljarða króna. Til samanburðar öll fyrirhuguð fjárfesting í gistirými hér á landi næstu árin 15 milljarðar. Forstöðumaður rannsóknarmiðstöðvar ferðamála segir að miðað við fyrirliggjandi rekstrartölur úr íslenskri ferðaþjónustu verði athyglisvert að sjá hvernig hægt verði að fá 16 milljarða tilbaka með arði af hótelrekstri á Grímsstöðum. Fjárfestingu sem verði að nýtast allan ársins hring, jafnt sumar sem vetur. Þá náttúrulega þurfa verðin að vera þess eðlis að við erum að horfa á ákaflega vellauðuga einstaklinga sem myndu geta nýtt sér á þjónustuna. Og eða vinnuaflið sé þá ákaflega ódýrt sem í þetta komið. Og svo þriðja lagi sem mikilvægt að hafa í huga, það auðvitað hvaða þjónustu þú nærð að nýta við. Þetta er raunverulega hversu margbrotin þjónustupakkin sem að þú ert að setja gestina inn í. Og líklega sé að þá gestir muni Hwang Nu-bo flytja beint til landsins og þá væntanlega frá Kína. Þá ekki mikið reynsla í íslenskri ferðaþjónustu að þjóna þann tiltekna markhóp. Þannig að það má búast við því að allavega fyrst sinn muni hann vera að fá aðila sem skipuleggja þjónustuna og halda utan um þjónustuna og í raun og veru ábat sömustu störfin í ferðaþjónustunni verði flutt inn með í svona allavega fyrst sinn klárlega á meðan að vera að þjálfa upp íslenska mannuð í þessu.